Og þarna þetta. Þetta eru við. MC Gauti og Arnar Freyr podcastalinn. Sko, í season 2 getum við þá haft MC Gauti og Arnar Úlfur. Við getum gert það. Ég held að það heiti svona 1500 Íslendingar Arnar Freyr. Örgulega svona 10.000 sem heita Arnar og svona 1500 þeirra heita Arnar Freyr. En ég örgulega svona 100 sem heita Arnar Úlfur. Ég veit það ekki. Nei, það? Ég veit það ekki. Ég I don't know. Þyrfti ekki, sko, það heldur fólk þá ekki bara og heitir Arnar Úlfur. Fólk heldur, sumir halda það. Að þetta sé ekki, þú veist, að því þú varst í hljómsveitinni Úlfur. Þú veist, örgulega margir sem fatta það af því að það er svo augljóst, sko. En sumir, ég held bara að margir spá ekkert í þessu og segja bara eitthvað, já, Arnar Úlfur, auðvitað, já. Ég var að skrifa þetta einmitt daginn, þá var ég eitthvað Arnar Úlfur, og sem var ég bara, fuck. Arnar Úlfur, í smástund var ég bara, heitir hann Arnar Úlfur? Nei, hann heitir Arnar Freyr. Nei, hann heitir Addi Freysi, Kettlin. Addi Freysi. Getur þú skrifa Addi Freysi? Það er svona útvarsnafnið mitt. Addi Freysi með ykkur á 30 og 50 með fucking Gauta. Klukkan er þetta og við erum að gefa bíómina. Verið er svona. Herru, ég vaknaði morgun, strákar. Og það fyrsta sem ég gerði var að ég fór og lagði inn á gaur sem að ég hitti í bílalúgu á bensínstöð. Það fyrsta sem ég gerði. Hvað meinar þau? Ég var í bílalúgu og var að kaupa mér syndir mínar, tóbakið. Og áttur ekki fyrir því? Jú, þú veist, ég var bara að spjalla á gaurinn. Í bílalúgunni? Já, þetta var var röð. Þetta var Jóhann Fönix. Já, minn maður. Hittum hann er nú frá Króknum. Já, hann er ekki frá, mér minnir hann sé frá Hvammstanga, sko, en hann var í skóla FNVAF á Sauðárkróki með mér. Þannig að við erum bara eitthvað að spjalla í lúgunni og síðan bara bípa ég og fer heim og síðan fæ ég bara skilabúð. Eitthvað, herðu, það var ekki heimild á kortinu og þú þarfst núna að leggja inn á mig. Nei. Og núna þarfst að leggja inn á reikning fyrirtækisins. Að þú skuldar. Já, ok, reikning fyrirtæki sem er ekki bara eitthvað, nú ert að leggja inn á mig. Ég reyndi að læða inn á hann, sko, og ég hef ekkert fact-checkað hvort að það hafi farið tvisvar af kortinu. Það var geggjur leið, sendi alltaf á lið, bara, heyrðu, færslan fór ekki í gegn. Læður inn á hann persónulega? Já, hann bara borgaði, skilur. Að hans eigin sögn? Ég held þessi skam. Ég held hann hafi bara eitthvað að séða í augunum á þér, ég get skamma þennan gaur. Þú eitthvað flautað, keyrt í burtu. Bye. Herru, ég byrjaði alltaf á daginn að þessu og ég hugsaði smástund ef einhver gleymir að rukka í búð eða rukkar vittlust í búð það mín Nei, ábyrgð? Það er bara það sem ég meina. Mér skríti hvað þú hefur verið bara eitthvað, já, ekkert mál, ég skal leggja inn á það. Ég myndi alltaf vera bara eitthvað, þú veist, nei, viðskiptin er búin að eiga sér stað. Einu sem að ég hugsaði, ok, þetta er svona... Og þetta er mjög grumsamlegt. Þetta var svona þannig lítil uppæð, að þá, bara fuck it, og líka bara ef hann lendir í einhverju veseni, ef þetta er eitthvað svona eins og Jóngnar og Pétur Jóhann í nætuvaktinni, eitthvað svona þetta dreigið að hans launum tvöfalt eða eitthvað. Tvöfalt? Já. Ég held að stéttafélög sé alveg til þess að berjast fyrir svona hlutum. Já, en kannski er hann ekki vel að sér í þeim málum. Í stéttamálum? Nei. En ég hugsaði bara hvað, þetta varð það sem að, þegar ég keyrði fram hjá lúgunni og hugsaði, ég ætla bara, ég nenni ekki að hlaupa inn, ég ætla bara að fara í lúguna, ég ætla bara að klára þetta fljótt af, drulla mér heim. Og svo bara rændir í staðinn? Ég rændi staðinn, en síðan verður þetta að á einhvern hátt, auðvitað ekki allan sólarhring, en þetta verður að sólarhringsvesinni, skilur við. Ég fór í lúgu, átti að taka 5 sekúndur, bara eitthvað bíp, en... Ánæg með þess að flauta í bíllúgunni? Bíp. Annað, þú ert alltaf bara eitthvað, þú veist. Alltaf flauta fólk. Maður á ekki að flauta á bíllúgunni. Það kemur ekki, þú veist, mikið læti inn gluggan og inn á staðinn. Komin heim og klára þetta og þá ég samt eitthvað, og ég vaknaði því ég glemdi þessu, síðan ég lofa að leggja inn að önni fyrir að sofa. Og hann byrja að rukka í morgun þegar þú vaknaðir. Og
En tjekka á þetta, nei, þegar ég að fara að sofa ég gleyma leggina hann að fara að sofa, fatt þetta þegar ég komin upp í rúm þannig ég fer inn í svefnin með áhyggjur tóbak í bílnú Guð. Já, þetta alveg vonlaust og fyrsta sem ég hugsa síðan þegar ég vakna í morgun eitthvað eins og, smá bara eins og ég hafi skuldað einhverjum handrukkara bara einhverjum hættilegum handrukkara Var ekki 20 skallið eða eitthvað? Já, 1390 pældi Þú átti ekki að kaupa, sko, sorry mig ég segi eitthvað, þú átti ekki að kaupa tóbak í þessum sjoppum sem eru eitthvað hvað sagðirðu? 1390? Ég veit það 750 eða 850 í Sven þú veist, það er svo mikill sparnaður Hvað? Það er eitthvað svona fritt sjátt á tóbaksbúður Ég meina, erum við ekki alltaf ekki að fólki fritt sjátt á? Þú veitum að við rökka fyrir þau Sven, Ég bara byggum við Sven Svo bara reikning frá þér Sko fíla við Sven búðina Þjónustan, andinn, það þegar við fórum daginn það þegar við fórum Sven minn venn Sven okkar Svenni, já, Svenni á gamla kastalanum Manstu líka þegar við fórum daginn í Sven eftir þátt og 21 Savage platan hafði komið út úr nóttina og það var verið að spila hann inn í Sven-búðinni það var fokkin illa þú veist, í ráftækjabúðinni sem þú stundum að taka vaktir eru þið eitthvað að spila bara brakandi ferskt hip-hop bara, þú veist, hvað er það að spila þar? Það er bara alveg, það er ekkert spilað. Það er ekkert spilað? Engin tónlist. Mér finnst þetta að vera bannað samkvæmt lögum að spila ekki inn í búðum. Já, en mér finnst þetta að vera bannað samkvæmt lögum að spila tónlist fyrir starfsfólki, sko. Þess að maður var að vinna þetta upp í kringlum og bara endrast bara að repeata eitthvað lögum og maður bara alveg sósaður, sko. Já, ég er enda að trúi því. Ég er, sko, mér finnst meiri stemming svona eins og í svona tískuvöruverslunum og tóbaksbúðum og þeirra er bara einhver töff starfsmæður eða þú veist það virðist að vera svona sátt meðal starfsmanna bara spila með einhverja fucking cool tónlist en sko eitt í það varandi töff starfsmenn ég til dæmis kaupi stundum veipvögva eru veipsölumenn svölustu görar í heimi eða ég verða að spyrja þessu og ég er að segja þetta með pínum kallhæni út af því að þurfu allir veipgörar að veipa meðan afgræma Ok, það er þetta sko, það er svolítið hvað segir maður? Sko, það er bara að kaupa eitt vögg Nei, og síðan labba ég nú ég ætla að fá hérna og ég skammast mín skilur að þetta er náttúrulega eitulega fíkn að vera í nikotíneslu það er bara staðreynd, bara eitulega fíkn og ég labba hann inn og eitthvað svona ég ætla að fá eitt svona lúp myndulúp, sterk það er líka góð verð á tóbaki ég ætla að fá eitt svona sterkar myndulúp og gaurin eitthvað, en hefur prófað chipa chapa chapa, ananas eitthvað og svona flegið eða svona snýð dósinni eitthvað svona og það er eitthvað svona bara eitthvað lasersjó gaurin að gera parkour það er svo gengsta gæjar ég var bara að veipa þegar að veip sló í gegn fyrir nokkrum árum þá fór ég stundum við veipbúðir og fannst það oft vera trillt stemming sko. Ég ránaði með að heyra að sé ennþá trillt stemming Já, og þeir líka know their shit Já, en eru ekki allar veipbúðunar þær hljóta að bara svona aðlagast markaðinum og vera að skipta svolítið yfir í nikotínbúðuna Já, eða bara gera bæði þú veist, er ekki ennþá fullt þú veist, var ekki veip bara þú veist, eitthvað svona bara stocks up og svo bara freka mikið downfall senstu 3 ár af því að, þú veist Ég verð að segja, mér finnst svo slæmt við vorum að tala um nikotínbúðuna og erum með þá hvernig það er vera Þetta var skrítin tilkynning Þeir voru að tala um þetta og erum að tala um þetta Mér er svo fáránlegt hvað er verið að reyna að gefa eitthvað svona heilsusamlega ímynd af nikotínbúðum eins og núna er komið eitthvað shit sem heitir eitthvað Nordic Adventure og þetta kemur í einhverjum svona túristömbum þeir eru að selja upplifun sko. þú kaupir eitthvað baka og framan á er eitthvað gaur í bara Gore-Tex jakka bara fjalli bara svo eins og hann sé ekki bara að fucking rústa lífi sínu líka maður sko bara eins og þetta segja, ok, ekki alveg rústa ekki rústa lífinu sínu ég tek ekki undir en hann er að verða háður nikotíni sem er ömuleg fík þú myndir, ef við myndir núna bjóða þér bara í annari hendinni er ég með nikotínfík
að eilífu, eða kannski myndu græja það með að hlusta á bók eða eitthvað svona eða bara hætta alveg má ég fá hætta hendina þetta svo fyndið ég vil samt ekki meina að ég sé búin að rústa lífi mínu ég alveg ægar að good time going það er ömulegt að vera fíkill það er ömulegt og bæði það má kannski skjóta þig inn í þessa umræði að við erum fíklar báðir já og það er löngu búið að koma fram en líka bara með þess þú veist, please ekki líta á þetta einhvern sem einhvern hvata til að tjekka á þessu sleppið þessu alfarið, en þú veist, ef þið eruð í hólun sem við erum í, þá var líka gaman að tala um þetta það eru góð bröð og svona það er stöðu þróun í þessum bransa ekki gera þetta, en ef þú ert búin að gera þetta þá er gaman að fara í Sven og Veibúðir síðan er þetta hittir í einhverja svona gjá það er engin lög þetta, af því að tóbak er bannað síðan komur nikotínpúðanir en það er ekki tóbak er nú ekki bannað nei tóbak bannað að auglýsa aldurstakmark bak við kassan allar þessar reglugerðir hvað var tóbak en þannig ertu bara með einhver mynda einhverjum Svíja, en það er pottitt bara eitthvað grái sem átta fyrirtæki, eitthvað Sven og hann er eitthvað svona IKEA-klæddu motherfucker sem er með eitthvað klút og Er þetta erlend keðja? Er þetta bara alíslenskt? Ég verð ekki hugmynd, sko maður vill kannski ekki tala það er mjög líklegt, sko, að sé einhver handrukkarar með þetta, maður vill ekki fara ofdjúft í, sko ekki bara einhverjir honest businessmen einhver honest, já, ég geti verið, sko Er þetta flettis upp, eða? Já, haldur bara hún Sven, en já, það sem að mér finnst rangt í þessu er að ég ætla ekki að segja hvaða brand, en ég hef verið beðin um að auglýsa nikotínpúða Er þetta með þetta brand sem var brútum allt á Instagram daginn? Ég ætla ekki að fara yfir í hvaða brand það er bara annað brand en ég var beðin um að auglýsa nikotínpúða og hvað voru þeir að bjóða þér? Ég fór ekki eins og náttúrulega Örgulega bara kassa nikotíni þeir sögðu að vera greiðsla já. og ég segi bara, nei þetta, ég bara trúi ekki á þetta ég trúi ekki á vöruna ég er að basla með þetta sjálfur og mér finnst það ógeðslega grillað að ég ætla að fara að auglýsa vöru sem að ég veit að hefur valdið mér ógeðslega miklum áhyggjum í gegnum æfina því ég er svona konstant að reyna að hætta fucking nota nikotín og að ég fara eitthvað að taka þetta inn en síðan getur maður að vera hypocrite með þetta að því ég hef ofta auglýst bjór ég var að fara, ég ætla að eiga svona gotcha moment að því ég ætlaði að fara að vera eitthvað hversu oft hefur þú samt auglýst bjór? Ég bara auglýsti bjór bara í fyrradag og ég veit líka að fullt af fólki sem að bastlar með það þekkir einhver komdu með dæmi komdu með eitt dæmi Nei, mér finnst þetta samt bara að vera eitthvað svona Ég er samt alveg samanlega, þú ert svolítið hópur minn, þegar ég er að auglýsa áfengi sem er oftast í svona sponsor bak við sýningudæmi sem að er og optioni er líka léttul og ég veit að það er samt gert til þess að fela að það fara fram með áfengislögum varandi auglýsingar en það er ekki til eitthvað nikotínpúðar léttpúðar, skilur með engu nikotín Jú, er það ekki svona kick-up? Voru þeir ekki einu svona voru með eitthvað svona orku Ég man bara þegar við vorum í gamla podcastunum fyrir 5 árum þá var alveg bara, þú veist ég man alltaf upp á þarna Kiss FM þar sem við vorum þá var alltaf einhverjar kick-up út allt maður bara, þú komst náðu ekki að fóta sig fyrir öllu kick-upinu sem var það Ég hætti einu sinni þegar ég var að nota svona kick-up en var það ekki bara eitthvað koffínpúðar? Koffín og vítamín eitthvað Koffín og vítamín Já, þetta var auglýst sem koffín og vítamín En það er samt þegar fólk er að hætta það er bókstaflega bara ein leið til þess að hætta þú getur ekki trappa Nei, byrju ekki bara það þú veist, það bara er að taka cold turkey og breyta mindsetinu 100% af því að það að trappa sig niður er grillasta pælingi heimi ég hef aldrei heyrt það ganga Nei, og síðan er líka annað ég var bara að menn eru bara að trappa sig niður í 3 ár og eru bara ennþá eitthvað svona, já, ég bara trappa mig niður og síðan er annað, þegar fólk sumir er eitthvað, ég reyki bara um helgar ég þarf bara að reyki um helgar en það lið vill ekki reyki heldur og mér var svo góð myndlíking á það ef þú myndir elska gulrætur
og þá væri ekki að nota þetta sem sko afsökun, ég borða bara gulrætur helgar, ég þarf ekki að borða gulrætur fram að því, skilur, það vita allir þetta damn, case closed, sko vita allir þetta fokkaði upp, sko já, ekki case closed, en útrætt mál, gulrætur nekutumbúðar, ég veit það ekki maður, finnst ykkur ekkert fyndið það er sko sláandi tölur yfir hversu margir að nota þessa nekutínbúða. Sláandi tölur. Er þetta mikið af fólki að þínum aldrei, ykkar aldrei, er þetta ekki bara 16 ára strákar? Nei, what? Ég þekki enga 16 ára stráka, ég þekki marga svona í milli 30 og 40. Og allir bara nekutínbúð? Ekki allir, náttúrulega alls ekki allir. Sumir náttúrulega bara hafa aldrei snert neitt, en þú veist, það er alltaf þessir nikotínhausar, skilur, Nei, þú veist, sko með púðana þá er þetta ekki eins og nikotínhausarnir. Mér finnst það eins og meira að, þú veist, þegar menn voru að taka í íslenska tóbaki og þá var það meira ykkur nikotínhausar, síðan komu púðarnir og þá náttúrulega var líka svolítið normalíserað að stelpur var að taka í vöruna og stelpur var að taka mjög grimt í vöruna og það er bara flott hjá þeim, en ekkert sérstaklega skynsamleg ákvörðun kannski. Og núna eru svo mikið af með púðana, þá held ég að svo margir sem að höfðu fram að því ekkert verið að fikta við tóbaka, því að það var, þú veist, sígarettur eru líkta illa, íslensk tóbak líktar illa, þetta var allt saman svona ógíslegt sport. Þess að skyndilega fóru þeir einmitt að vera með myndir að bara mönnum upp á fjallstindi eins og sé verið að auglýsa kristall og það er bara mikilvæg nikotín og allt það, mikilvæg vítamín og allt það, og þá fara allar guggurnar og gæjarnir að negli vöruna á sér. Mér langar að spyrja henni, þeir hættið að taka svona póka. Og þegar ég tala við gaurar sem hafa hætta og gælur sem hafa hætta að reykja sígarettur og tala alltaf ég var að reykja 2 pakka á dag eitthvað svona og alltaf segja mér svona magnið til þess að útskýra hversu mikið fíknum var. Veistu hversu mikið fíkn ég var? 2 dósir á dag, eitthvað svona, veit ekki hvað er að tala um, er það eitthvað þannig með nikotínpúðana? Er fólk að telja dónið sig eins og sígarettunar? Ég held að fólk fara alveg á mjög ólíku tempo í gegnum Er þetta eitthvað svona, hafið þið séð eitthvað massa fíkn, hann er bara með 2 póka upp í sér eða eitthvað? Já. Ég reykti sígarettur og eftir síðan skipti ég yfir í bagg og þá var ég kannski að bagga svona 4 sinum á dag eitthvað og tók alltaf pásur á milli, þá tók ég bara tróðvöruna mér, var með og síðan pása. Með þess að nikotínpúða, ég er bara með á allan daginn. Þeir eru svo convenient, sko. Ég er bara með þetta, það er alltaf auðvelt og Þarftu að semst ekki búa til pókana? Þetta er bara tilbúið fyrir þig og þetta lyktar gett vel og er hvítt á litin sem alltaf framkallar allt önnur hughrif heldur en íslenska tóbaki sem er bara eitthvað lyktar svo skítur og er einhverjum brúnt á litin. Er semst aðalmunurinn eða helsti munurinn að þið þurfa ekki búa til pókana? Nei, og líka bara bragðið og lyktin og markasetningin en þetta er bara, þetta virkar eins og þetta sé hollara. Ja, þetta er einhvern veginn tengt við svona active lifestyle eitthvað, þú veist. En þú veist, jú má vel vera að þetta sé hollara en eitthvað sem ég veit ekki hvað er í íslensku tóbaki en maður er samt, aðal fíknin drastlið er nikotín og getur ekki bara svissa yfir eitthvað annað nikotín og vera eitthvað, þetta er betra. Getur maður samt ekki, sko, af því að þegar ég hef tekið vöruna og ég hef alltaf hugsað, þú veist, eins og með íslenska tóbakið bara, þú veist, það er til svo mikið rannsóknum, það er til svo marga rannsóknir að sígarettur eru skaðlegar. Þannig að þegar ég er háður einhverju öðru nikotíni, þó að þetta sé bara nikotín, þá er ég allavega ekki að reykja sígarettur. Já, ég skil þig. Ég er að drepa mig töluvert hægar og ég hef ekki eins og sé rannsóknir sem segja að ég sé nákvæmlega að drepa mig. Ég er að skaða mig, jú, en ég veit ekki eins og hvort ég sé að drepa mig. Ég held að það sé líka bara ég er að fokka upp æðakjöruna og það. Ég held að líka sko það sem að við hefst ofta ekki talað þegar að tala nikotínfík. Það má alveg senda inn ef einhverjar solid rannsóknir sem ég ætti að lesa því ég er hrættur við rannsóknir, sko. Þannig ef einhverjum er rannsóknir sem íslenskt tóbak hefur þú veist, ég veit ekki, einhver hafi mist kjálkan eða eitthvað, ég vil það heldur ekki. Gæði að þú sér hrættu við rannsóknir. Já, ég bara treysti rannsóknir svo mikið og ef það er ekki til rannsóknir til þess að bakka upp eitthvað sem hættulegt sem að allir eru eitthvað, þetta er bara fokkin hættulegt, þá er það ekki jafn scary. Nei, þú veist, ég trú ekki bara einhverjum draugasögum, ég þarf að sjá rannsóknir. Það sem ég vil segja með að við erum endalist að spá í líkamlegu hliðinni og hætta að nota nikotín tala minna þú veist, þetta veldur manni andlegri vanlíðan líka, þú veist, konstant í einhverju
batli við sjálfa þig og ég meina, við hérna ég get talað fyrir okkur, ég veit ekki hvað hérna Arnar sem enginn veit hver hérna hefur verið að gera, en ég hef reynt svo ofta að hætta að það eiginlega orðið, ég bara eins og heroínfíkill, skilur, þetta ekkert fyrir mér þetta hérna, nei, en fíknin svo sama, skilur, það sömu afsakanar, ég alltaf að fara að græja þetta og redda þessu og ég fer í sama fíkni mót, skilur, ég bara, ég heima á mér og það ekki til nikotín og ég veit að það mögulega til dós og ég bara að flippa fokkin heimilin minn, skilur, til að finna eitthvað, ég ekki að skera dínar og leita inn í þeim, en ég held þú þurfir að hætta að refsa þér svona mikið. Já, síðan ég náttúrulega líka með þráhyggju, sko. Já, einmitt. Af því að sko, ég smá þannig að þegar ég hætti að taka vöruna, þá las ég bara bókina og ég eitthvað, ok, ég hætti að taka vöruna. Og þó að þú veist, það náttúrulega endist ekki nefnir 2 mánuði, en þessi 2 mánuði voru fínir. En síðan ég fjall, þá í staði fyrir að vera konstantli reiðu við mig og reyna að hætta og eitthvað, þá ég bara svona, núna ég bara gaur sem tekur í vöruna. Það bara ég. Og þá ég ekki reiðu við mig. Þú þarfst að rifja upp bókina því í bókina er komið alveg vel inn á þennan kafla að þetta blekking sem þú ert að gangi í gegnum. Hún svo góð, blekkingin svo góð. Það svo gott að vera bara í blekkingunni. Já, maður. Ég er bara orðin einhver í mús hérna. Ert þú ennþá að lesa þessa bóku því? Já, ég er búin að lesa núna í mánuð, eða þú veist, ég að hlusta á hana. Sko, þú ert Þetta er auðvitað fjórði þátturinn það sem þú ert að tala þessa bók og hvað allir verður að lesa þessa bók og einmitt 4 vikur. Og ég segi hvað ég á mikið eftir henni. Hún sko 7 klukkutímar. Ég tók nú 2 dögum að hætti. Er það sérst hljóðbók? 7 klukkutímar. Er það hlusta á það? Já. Þetta líka bara venjuleg bók. Þú tókst hann á 2 dögum og ég gera það ekki. Og veistu af hverju, því þetta skiptið ég hræddur lítill strákur sem að líður eins og það sé verið að fara að offa besta vin minn, leiðina mér, skilur við. Og besti vinur er verandi nikotínfíknin. Já, ég er að setja myndlíkingar, skilur við, ég á betri vinni en nikotín. Já. Bara eitthvað besti vin með hliðina mér, ég bara eitthvað, ok, hvað þarf að gera? Það fara að offa hann. Við erum ekki bestu vinir, það var svo að stjóra hérna. Fuck. Herðu, bestu vinir. Já, fokk tóbak, ekki taka tóbak. Úr einu í annað. Er eitthvað að ykkur? Þetta var ekki það sem ég ætla að tala um þegar ég var að tala um það að ég fór að sofa. Ég vaknaði morgun og ég fer, Oliver vaknar og segir, Giddi! Ég heyri út úr herbyggi, ég svaf í barnaherbygginu til að ná sóletsvefn. Giddi! Það svo fyndið hann segi Gauti. Giddi! Það er besti í mér. Síðan kem ég inn, sækja hann, fyrir að gera havragraut fyrir hann og síðan ég að pakka saman ég er að pakka saman vínilplötum sem að voru keyptar eitthvað. Þannig ég heldur auðvitað mig að pakka ykkur pökkun til að fara með á pósthúsið. Síðan heyri ég bara, Giddi! Og lítið hliðar og þá er Oliver búinn að taka tússpenna. Já. Hann búinn að taka tússpenna og ég nýbúinn að kaupa svona stóran viðarskáp. Ekki úr einhverju svona efni sem hægt að þrífa. Þetta bara, ef þú setur kúlupenna á hann, þá bara fer það bara svona inn í æðarnar á er þetta ekki lakkað? Nei, þetta er ekki lakkað. Þetta er svona... Bara lifandi skápur. Já, svona, þú veist, lúkki á honum meðaldið, þú veist, þú ræður í hvort þú málar hann eða hefur hann bara gett frá hann. Og hann er bara búinn að taka, og þið veitir hvernig svona barnalistaverk eru. Var hann búinn að taka? Hvað er takkið hans? Olli? Giddi! Og hann er búinn að, hann er búinn að króta yfir þetta allt og hann er alltaf eins og hálsás og það er svo fokkin böggandi að hann þegar ég reyna að vera ógnandi síðan, eitthvað svona, nei, skammastu þín, þá bara fyrir hann að skelli hlæja og hleypur og gera svona Já, það er ekki hægt að skamma börn, sko. Ekki fyrir bara, já. Ekki á ekki á þessum aldri, sko. En þú veist, ég veit ekki nú þarf ég bara að fara að lesa einhverjar uppeldisgreinar hvað er rétta teikið þegar barnið ég veit ég á ekki að beita sársauka til dæmis. Nei, þeir hafa afsannað það. Men fólk trúðu á það mjög lengi, sko. Það er bara... Það virkaði eflaust, þá til að börnin bara fóru sinni fangilsi, skilur þau. En... Virka á börnin, ekki fullorðninga hérna. Þar til að fóru ekki að tengja það. Það var bara andlegur vanlíðan þeirra barna. Nei, það hlýtur að vera til betri hugmynd.
Já, en þú veist, ég svona... Það svona straumdæmi. Hvað segirðu? Nei, það svona eitthvað ofbeldi. Hvað, að vera strangur? Nei, straum? Já, nei, það ofbeldi. Já, ok. Það líka ofbeldi, Það alveg most definitely ofbeldi. En ég svona... að því hvert sinn sem að ég svona breyti röddinni, þá byrjar hann bara að breyta röddinni líka, þú veist, eins og þetta sé bara leikur og þetta er erfitt situation að díla við. At this point þá er ég bara ekki með neitt í neinum hillum og þarf bara að, ég veit ekki, bíða eða eitthvað, þá hann fattar. En hvað er bara túspenni laying around? Nei, þetta var, sko, ég... Rólegur að dæma, þú sem átt ekki neinn börn, hlutir enda laying around. Ég var ég nýbúin að setja upp hana skáp og ég hugsaði fyrir stelpunna mínar sem eru hættar að túsa á hluti, að ég var búin að gera svona, föndurskáp. Ég dumbass fucking giddi ákvað að hafa föndurskapin í vanhæfi faðirinn ákvað að hafa þetta í neðstu hillunni þannig að þetta er líka svo mikið þegar ég líti á hann þá er hann búin að leika sem með skæri og tússa skæri já, þú þarft að brenna á svona hlutum og tússa fokkin nýja við vorum eitthvað endur að heim daginn og svo kom ég að unnu við blómapott að borða mold og ég ætla að geima pottin hærra þú veist, maður er alltaf svona að brenni sig á einhverju hún kemst í eitthvað, maður er eitthvað ok, ég redda þessu. Er hún búin að gera eitthvað svona fyndið? Ekkert svona sko, hún er alltaf bara nýbyrjuð að standa upp og taka sín fyrstu skref, en hún er bara að skríða á massa tempo en er bara prúð sko. Oliver, ég var nýbúin að skreita jólatrið, ég átti fullt á jólaskreiti, ég áði ekki lengur, af því að Oliver, í allt í henni heyri ég, og síðan, hvað er þetta? Og ég fer inn í stofu og hann horfir á mig, og það er svona eins og hann sé að segja svona, sjáðu, hann segi, geti og horfir á mig með svona jólakúlu og bara þrykkir inn í gólfið skilur, og horfir á eins og ég eigi að vera bara geðveikt, duglegur Oliver takk fyrir þetta þetta var yndislegt ég þannig að jólaskrautum þetta líka, ég er með svona hálfskreitt jólatré já, ég er líka svolítið að lenda í því að einmitt, þú veist þetta með hvernig áttu að skamma barn eða þú veist einhvern veginn svona komað í skilningum að það hafi verið að gera eitthvað sem það ætti ekki að gera af því að þú veist náttúrulega eins og segir, maður getur ekki skamma maður er svona eitthvað, nei, eitthvað ekki taka þetta, ekkert svona og samstundis verður hluturinn sem má ekki lengur gera eins og í mínu tilviki er að naga sjónvarsfestringar af því að það kom bara rakaskemmtir og það er eyðileggjast og þú þarft að mæta aftur bara og fá nýja ég er búin að gera þrisvar já, ég er bara nenni ekki standið í því að vera alltaf að fá nýja festringar þannig að þú veist, festringarnar eru smá svona nei en þær eru, þú veist, það er ekkert dót sem að þú veist, það skiptir engum máli hvað ég myndi eða miklum peningum í dót og hluti sem að uppeldisfræðingar hafa rannsakað hún myndi alltaf velja þessar fucking fjastringar fram með það. En getur ekki keypt bara fjastringu í þessum tilvíðum? Nei, ég skal segja þér þetta. Þau fatta það. Ég reyndi þetta og ég held þetta sé það að þau tengja hlutin við eitthvað sem við erum oft með. Þetta er svo, ég er löngu hættur að skilja síma eftir það sem hann nær. Já. Af því hann fattar að bara sorglegt en satt, skilur maður oft í símanum og hann fattar, hann tengir, þetta er eitthvað en er hann þá eitthvað svona bip og þykist tala og eitthvað til að hafa ógeðslega krútlega já, veistu hvað er samt sárt í hjarta að sjá son sinn taka síman og vera eitthvað að tala í síman, þá er maður bara, nei ég er búin að vera alltaf mikið í símanum já, ég er nefnilega pælt í þessum daginn að hlusta maður á eitthvað sem foreldrar segja manni eða gerir maður ekki bara það sem þeir gera veitu hvað er það? Jú, ég held til dæmis, þú veist líka, partur að okkur mér langar að hætta að nota nikotín er að ég vil ekki að þær sjáu mig nota nikotín og tala síðan hvað nikotín sé slæm. Já, ég nefnilega held að foreldrar mínir reyktu sko. Foreldrar mínir reyktu og nú er ekki að kenna þeim að ég reyki en ég held að stórum hluta til og meiri sem að mamma sko hættir áður en að ég byrja að þú sást myndir af henni Næst, ég náttúrulega bara er með einhvers konar mamma er í guðatölu þegar ég var lítill og núna skilur, og það að hún hafi reykt og síðan bara hætt að reykja er líka ákveðið svona já, þú veist þá ferði ég gennum það pað ég get alveg bara, ég hugsaði bara ef hún getur hætt að reykja og verður ekkert mál fyrir mig að hætt að reykja en nei, ég held maður get ekki svona ég held þessi líklegra fyrir auðvitað að börn reyki skilur, þetta er ef bara lærið hegðun krakkar er bara lærið hegðun já, ég myndi að spáði því sko
Það bara út af því að maður fekk ógeðslega mikið að góðum ráðum sem krakki, bara frá foreldrum og svona. Eins og hvað? Nei, þú veist, bara eitthvað svona basic, bara eitthvað, ekki setja hendina á helluna. Nei, kannski meira svona, passaði vel bíliðin, Arnar, eitthvað svona. Þú hefur að hlusta á það. Já, en málið að svo gerði pappi það ekkert, skilur mig. Já. Hann var alltaf með eitthvað rusl og hann passaði bílið þinn. Já. Er það þessu sem var alltaf mikið rusl? Já, þú veist, ég líka ekki. Ertu með, shit, okkar maður með einhverja pappakompleksa. Sick, sagðu hvað meira. Sick. Nei, þetta grunnpælingin. Þetta grunnpælingin að þú veist, ég held að þú getur ekki sagt eitt og gert annað og búist við eitthvað mín útgáða þér hlusti bara það sem að segja. Nei, ég held að þetta reyndar alveg hárrétt. Þú getur ekki bara, you gotta practice what you preach, sko. Þess að og þetta tricky, skilur að vera búin að lifa bara svona kærleis lífstíl og heldur Ólífur verði eitthvað rapper, hann stór að entertainer? Veit ekki, sko. Það er bara alveg frábært og eitthvað annað, en ég get ekki sagt beint að svona tvítugs tímabili mitt bara 20 til 25 ára til dæmis ef ég hefði verið faðir á þessum tíma þá hefði þetta verið ósættanleg hegðun, skilur og þess vegna verður maður líka að þroskast með því og að vissu leyti, sko, ég verði eiginlega að viðurkenna að það að vera rappari og lifa einhvers konar rapp lífstíl og verða síðan pappi og eignast fjölskyldu, þetta var alltaf skrítið, það er svona ég trúi þínum plan. Þetta er breyting og maður þarf að breyta í hvernig maður hugsar og maður þarf að hugsa, er þetta það sem ég vil vera að gera ef ég á börn og vilja að þetta sé fyrirmyndið þeirra, þannig en sko ég held samt sem áður að líka maður þurfa að gangi í einhverjum hluti til þess að geta séð hvað maður á að miðla áfram. En mér er samt þetta bara að vera svona dream chaser, mér er það að vera svo jákvæð fyrirmynd, sko. Saman þótt að eitthvað svona smáadrið fokkist upp, skilur. Samanlega, ég held að þessi stóra myndin og þú veist, þóttu sér það ekki vöruna, þá er stóra myndin svo flott maður. Dream chaser, það er alveg hárrið. Þú ert fucking dream chaser, maður. Þannig að þú veist, annarkort fucking hættir að taka vöruna og hættir að tala um það, eða þá þú heldur árum að taka vöruna og hættir að tala um það. Já, ég held að sé ágæti stíl að þetta er væll og þetta er ekki svona kallmenn mega, þú veist. Nei, þetta er ekki þú að tjá tilfinningar. Þetta er ekki, þú að kvart. Er þetta svona kallmaður að tala um tilfinningar sína? Nei, þetta er bara pjúra, það má kalla þetta væl. Þetta er bara solid tuð, maður. Já, solid er það fíla þetta að tuða, pínu. Það er eitt topic sem við komum aðeins inn á í síðastætti sem að þú, Arnar, varst bara, já, við þurfum ekkert að tala um þetta og mér langaði pínu að tala um þetta og það eru keypt like. Já, ég man að vorum að tala um þetta sko það sko, þú veist það er náttúrulega hægt að tala um þetta á einhverju global leveli en mér langar svolítið kannski að einblína á íslenska markaðinn. Af því að hann er bara, þú veist, við þekkjum hann og já, þú veist, ég nenni ekki að tala eitthvað um að Kylie Jenner sé með keypt likes, þú veist ég vil freka tala um bara einhvað ströggla á Íslandi, þar sem að menn eru að kaupa sér 1000 likes á mynd. Mér finnst það vera óskiljanleg sko, ég skil hefðuna ég skil hefðuna ef við greinum þetta síðan en það er gjörsamlega brenglað að fara þangað, sko, að þú veist það er svo fyndið það sem að gerist nú ég alltaf aldrei keypt like eða following en ég hef gert alls konar leiðið til að fá following sem er á vissan hátt á einhvern hátt er maður að kaupa sér following. Það er bara grændið, sko. Það er grændið og það er ekki það sama, sko. Og ég er náttúrulega verið að tala um þetta kannski út frá persónulegri reynslu Já, af því að líka, ég nenni ekki að vera að neymdropa hérna. Þú veist, mér langar að tala um þetta koncept en mér langar ekki, þú veist, mér langar að vera alveg, ok, þessi hérna og þessi og þessi og þessi og þessi og af því að það eru svo margir og þetta er svo augljóst einhvern veginn. En síðan, sko, ég var alveg
ég hef alveg heyrt mann sem að var með bara fyrst og fremst, ég veit í hvað hlutfalli var en akkántin hans leit vel út af því að hafa með keypt likes, þú veist, hann gat verið bara eitthvað 1000 likes og 1000 likes og 1000 likes og fólk var alveg impressed, bara það impressed að hann var alveg að fá þú veist, einhverju svona markastjórar hjá einhverjum líkamsræktastöðvum eða hjá einhverjum fæðuefnabúlum, þú veist, bara ekkert að spá í þessu, þannig að hann bara að kaupa sér followers og fá frýtt sitt á meðan og auglýsa það vera bara eitthvað hvað segirðu? Hefði hann ekki getað keypt dóti bara? Ég veit ekki, ég held að sé ódýrar að kaupa sér likes heldur en að kaupa sér líkansræktakort og fæðibæturefni og síðan hitt og þetta sem þetta fólk einhvern veginn að enda með höndunum. Ég sé þetta, maður sér þetta stundum, maður bara það ógeðslega erfitt að fucking name-droppa ekki því það eru akkántar á þeir sem að mér langar bara að fucking rosta, sko. Ég veit í huga líka bara. Ég er með 14 í huga. Ég held að allir sem að hlusta alveg þessi. En það bara, þú veist, maður sér þetta, ok, allt í hennu einhver þú ert ekki að blekka gella, allt í hennu komið með eitthvað 15.000 like og það sem finnast samt þegar fólk fer overboard og allt í hennu með 100.000. Já, það svona smá eins og sumir hafi misstjórn á þessu og hafi ekkert kontról á því hvað hafa gert. En þú getur oftast séð þetta svona, ef að fólk búið að kaupa following, þá það kannski með 20.000 manneskjur sem að læka sig en eru síðan með, þú veist, 50 like á myndirnar. Það náttúrulega augljósa. Þá ertu, þú veist, þá keyptir motherfucking þá keyptir líka svo mikið köttin í seknu. Þá vissur ekkert hvað varst að gera. Þú veit ekki, ég ætla bara að kaupa following, maður, og svo ertu eitthvað, oops, it doesn't add up. Og það sjá það allir. Það er ekki eftirfylgnin ekki. Nei, þá festust í þessu eitthvað, ok, ég er með allt þetta following, maður. Þá ég að fara að kaupa like, svo þetta lúki samfærandi og þá koma bara svona internet detectives eins og við sem að erum eitthvað þetta er rosalega grunnsalegt og fer bara að skoða like-in og there you go. En síðan þetta lið, já, eins og segir nástundum, þeir fara bara, það einhver markastjóri hjá Fisk og Fisk eða eitthvað Fisk og Fisk ég sagði bara eitthvað sjátt á Fisk og Fisk ég vildi ekki fara að name-droppa bara einhverju Fisk og Fisk og þeir fara og eru bara, sjáðu, ég er með svona mörg like og dillurlu og fyrir ykkur er ég með þennan díl eitthvað, ég get postað hennar mynd og eitthvað, þú veist, selja einhverja díla, fá húsgögn og eitthvað. En ég nefnilega sko við vorum, ég hitti það var einn markastjóri sem kom til minni í gær og við vorum að ræða nákvæmlega þetta og vorum að tala hversu mikið af gilliboðum hann er að fá inn á borð. Sagði hann eitthvað frá okkur? Já, ég sagði, við förum í það frekar, það nú ekki gilliboð. Nei. Það bara segir maður gilliboð? Já, er það ekki svona boð sem að lítur vel út en er það ekki eitthvað svona köttur í sekk? Basically er það þannig að þó, nú er ég með 20.000 followers ég get ekki labbað inn í hvaða fyrirtæki sem ég gæti gert það en markastjórinn verður að sjá, ok hver eru bakendatölunar, hvaða hópur góðu markastjóri myndi sjá það hvaða hópur er að fylgja þér hvað er ratioið milli kvenna og kallmanna sem fylgja þér og hvað er mikið interaktion á svona pósta og svona pósta og fylgjast með hegðunni að því að þú getur ekki eins og Rúrik var með 1 million followers eftir að vera af því að hann var sexy as fuck í einhverju fótboltaleik mjög sexy en það þýðir ekkit að það gerir eitthvað fyrir Elko aðeins sem er 1 million followers og einmitt líka það sem ég hef hugsað með þegar þú kaupir followers, einmitt þegar þú lendir á proper markastjóra sem spyrir eftir spurningan en ekki bara einhverjum, þú veist, í sömu fyrirtækjum alltaf bara kannski er ekki markastjóri, þetta er bara einhver sem er reka fyrirtæki og veit ekki neitt og er einhvern veginn á öllu vingstöðum og lætur einhvern veginn plata sig sko, en einmitt þegar þú skoða þetta og svona hvaðan eru like-in og þau eru öll bara eitthvað frá Asíu eitthvað svona bara svona víð og dreif ekkert frá, það er engin sem býr á Íslandi sem follow það ég veit ekki hvernig þú kaupir íslensk leik ég held að það sé ekki hægt en ég held að það sé 100% en fólk getur bara, heyrið í mér bara, þú veist, auriðin á mig þúsar og ég skal læka mynd, algjörlega það er íslensk leik og það er ógeðslega dýrst ég menna þú með þúsar og ég skal bara henda þér like það er ekkert mál, bara pæling það er ekki að vera með 2 like núna í desember, skilur á verði eins jú, ok 2 á verði eins, 1000 kall, 2 like og ég reakta við story wow og sendir svona, nei ok, þetta er góð dýr já, ég ætla
samhliða því að tónlistarmaður að maður á einhvern hátt minnst það bara svo, ég ofnum þú ert ekki, ég myndi að þú ert það en þú ert það ekki áhrifavaldur víst ertu að eitthvað að þér þú ert, að mínum að þetta ertu actually áhrifavaldur, veistu hvað ég er að tala um út af þú ert tónlistarmaður þá ertu áhrifavaldur og þetta kemur í kjölfar þess núna bara mér þú geta haft mögulega actual áhrif þú ert áhrifavaldur eins og Bubbi Mortens er áhrifavaldur, skilur við, þú veist, hann er áhrifavaldur en hann er ekki samkvæmt þessari orðabókar skilgreiningu sem er í gangi núna ég var ekki bara að gera upp íbúðinu mína, skilur við skilur við ég var ekki bara að gera upp íbúðinu mína nei, en þetta er, þú veist, þetta eru hérna ég hef mikla trú á þessu og ég spáði náttúrulega sjálfur í þessu þegar ég var með fyrirtæki, skilur við og er að keyra upp mitt brand Power of the People og hversu sniðugt það er að markasetja í gegnum manneskjur og dreifa þannig og meiri sér, þetta er ekkert alltaf það þarf ekkert endilega markastjórar oft horfa bara í að auglýsa í gegnum áhrifavalda á meðan þú veist, nonni bara random dude sem að vinnur í bankanum sem ógeðslega marga vini, hann getur skilað meiri árangri með að peppa ykkur á vöru, að fá hann til að peppa eitthvað, heldur en einhver gaur sem að er bara að peppa eitthvað aftur og aftur og aftur. Sem er líka bara svo augljóslega bara til í að peppa hvað sem er, svo lengi sem að fara að borga fyrir það. Já, og mér finnst það kannski, og ef það eru áhrifavaldar out there listening, eins og þetta með nikotíndílinn, skilur, ég trú ekki á það, ég trúi bara í alvöru tala ekki á að það gerir neinum greiða að ég sé að auglýsa þetta og þá finnst mér að maður þurfi líka að fylgja einhvers konar sannfæringu bara af virðingu við aðdáendahópinn. Ég held samt með vöru svona eins og nikotínpúða. Þú veist það, því að ég sá þetta allt í einu, bara einn daginn eitthvað í stories, það voru þarna það voru einhverjir, og ég held að það hafi mest á alla rapparar, en kannski voru þeir bara mikið rappurum allan sem kom upp í story hjá mér og þeir voru að peppa eitthvað dót og ég var eitthvað djöðli fyndið maður, þeir hafa bara, þú veist, verið að fengja hana kassa tóbaki og þeir eru að auglýsta og fyrir vöru svo nikotínpúða þá er þetta akkurat sem þú þarft þetta er bara eitthvað þetta er bara straight up exposure það er eina sem þú þarft eða þú ert að auglýsa það er bara að þú ert með svo marga vörur að þarna eru rapparinn að taka þetta tóbak og þá er þetta já ok, ég man eftir þessu næstir fyrir út í búð en það virkaði því síðan fer ég í Svens og sá þetta og ég var leið Svens? Sven? Heitir ekki Svens? Sven? Nei, heitir Svens með S-i ekki Sven bara? Bara Sven bara nafnið Sven ekkert Svens Sven EHF Sven er sérurverslun með nikotínvöru já, ok, fair enough Svens. En já, það er alveg rétt. Ég fer til Svens. Ég bara hugsa sko að ég reyna að taka eitthvað getið þið sett mig í eitthvað samhengi ef ég fara að auglýsa einhverja vöru þá væri bara, ok, what a fucking phony. Því þú svo margar vörur, já, sko. Já, getur eitthvað on the top of your head, bara mind sem að væri bara já, ok. Þetta er tricky, sko. Þetta er pínu tricky. Hvað getur ekki auglýst? Línuskauta. Já, ok, línuskautar væri bara straight up þú ert skeitur. Ég myndi samt alveg sjá það fyrir mér. Þú ert alveg tengdur við eitthvað svona jaðarsport einhver og eru línuskautar ekki alveg smá þannig? Sko, ég ætla að leifa mér sko, nú er ég ekki fordómafullu maður. Ég ætla ennþá að fá að vera fordómafullu línuskautar. Er það málið? Já, veistu hvað, maður var eitthvað Ingo og maður var eitthvað að reyna að taka treyflipnu, fjórdrafnar, kemur eitthvað gaur, eitthvað Pepsi og línuskautum og bara er trikkið í alveg bara snerta skóna hérna. Getið þið gert Pepsi á hjólabrætti? Ég er náttúrulega, ég var alltaf með svona, þú veist, ég var með ákveðna reglur á hjólabrætti, bara svona að reyna að snerta bretti mitt sem minnst með höndunum minn. Þú veist, ekki vera að taka eitthvað grabs. Ég var ekki það, sko. Þú varst alveg í boneless og eitthvað svona dæmi. Ég var í svona old school, veistu af hverju, því það er Mike Walley, Mike Walley. Mike Vallely. Mike Vallely. Hann kom með það inn, þá var maður bara eitthvað, hélt maður bara brettinu. Já, náttúrulega hljóp bara með brettið. Ég veit á, manstu eftir einu mómenti þegar við, fuck. Ég ætla ekki að fara too deep to this. Nei, ok. Ekki fara too deep. Ég var næstu bara að expósa þér. Mér langaði bara að heyra einhver drulli fyrir fólk á línuskautu. Já, sko, línuskautar eru línuskautar ennþá í gangi? Við erum bæðið ekki að tala um línuskauta eða sem fólk fyrir út á ægisíðuna. Við erum ekki að tala um hjólaskauta. Við erum að tala um... Nei, við erum ekki að tala um extreme inline skating. Já, við erum ekki að tala um línuskauta þar sem að, þú veist,
bara börn fara út á línuskauta með hjálm eitthvað, við erum að tala það þegar gaur að taka trikk. Ég þekkti gæja sem var legit góður á línuskautum. Manstu ekki eftir hann var í FB? Steppi? Já. Manstu ekki, hann var að fara að grænda niður bara eitthvað 12 tröppur reif. Hann var endarlega frekar klikkar á línuskautum, hann máli eiga það. Hann var geggjaður, en ég man alltaf eftir, hann var bara basically risking his life til þess að ná trikki á línuskautum. Steppi Motta? Þetta var alveg dangerous, hann var að fara 12, þetta var tröppunar fyrir Gerðuberg, stáltröppunar. Var hann að reyna það? Já, og gerði hann það? Já, hann var allavega næstum að ná því, þetta var alveg impressive, en það var samt bara... En það var á línuskötum. Já, en þetta var samt á línuskötum, skilur það er svo erfitt að, eins og þetta hjólabrett, þú lendir ykkur trikki mjög smúð, og þú veist alveg bara, wow, ok, þetta var geðveikt. En á línuskötum, þá lendir alltaf bara eitthvað, og svo gera það eitthvað svona moonwalk. Veit ég hvað að tala þeir snúast alltaf við og gera eitthvað svona zigzag líka. En sko, af hverju eru sko, skeitarar hafa alltaf verið frekar miklu bullís. Bæði bullíað línuskötugauðra og skútergauðra og BMX-gauðra. Þetta er bara vextur á hjólabrautum. Þetta er svo mikið svona elitismi í ykkur. Þeir reyna að vera einhver algjör, við erum street kids, en síðan eru þeir bara hrókafullir eins og konungsfjölskyldan eða eitthvað. Sjáu línuskautar, þetta er ekki alveg sport. Hlaupahjól. Þú veist, sko, hlaupahjól, svona af ekstrím hlaupahjól, það er bara 3 trikk eitthvað sem getur gert. Snúi hlaupahjólinu, fengið sköflungin og hérna... Svo náttúrulega gaurar að taka okkur backflip og snúa í leginu og eitthvað svona. Já, það eru gaurar 1000 sinnum betri á hlaupahjóli en við vorum nokkuð tíman á hjólabretti. Sjáu ykkur. En það er mér svalar að bara renna sér í hjólabretti, heldur hann að gera, þú veist, snúa. Hvað er það við það? Að ef þú pælir í konseptinu hjólabretti, fyrir mér, þetta er look mom, no hands. Já, þetta er svalasta sport og skemmtilegasta sport sem að ég... Líka á línuskautum, look mom, no hands. En hvað er það við hjólabretti sem að, er það, hvort heldur að koma undan, hópurinn eða sportið? Heldur, er maður heillaður af... Hópurinn. Ég held að þetta sé kúltúrin, sko. Það svona er hjólabrettakúltúrin, ég veit ekki alveg, þó að mér finnst að vera mjög erfiðir gagnvart öðrum jaðarsportum, en þá er hjólabrettakúltúrin, það er eitthvað ógeðslega töff og kannski líka eitthvað svona young and fresh við það. Þetta er svona einhver... Er þetta ekki svona juvenile bliss pæling? Jú, þetta er algjör juvenile bliss pæling nefnilega. Ertu búin að sjá Mid-90s? Nei, hvað Jonah Hill myndina það? Fuck, þú verður að horfa á hana. Já, ég vil tjekka það. Nei, sko, ég alveg talað, ég hef aldrei... Þú fyrstulega að setja skilda með að horfa á þessu mynd? Já, bara skilda. Af því að þetta er hérna, og ég lofa þér, þú verður ekki fyrir vonbrigðum. En er þetta ekki myndið sem Jonah Hill gerir? Jú. Þetta er basically, í hvert sinn sem ég hef séð eitthvað en á Reddit, eitthvað svona nostalgíu þráður og fólk er eitthvað sko að gorma og eitthvað, tölvudýr. Já, alveg, yeah! Ég man! Ég fucking man! Muni eftir Gameboy prentarinn. En spilaði þú ekki Tony Hawk? Ef þú hérna að horfa á þessu mynd, hún er í raun og veru kynslóðuna undan okkur. Þetta er 80s kids. Nei, þú veist, þetta er, að því við erum að skeita upp úr 2000. Já, þá er þetta 80s kids. Já, við erum alltaf 80s kids. Já, þetta er, þetta er svona 82 til 86, hérna, og mid-90s er, hvað er að hlæða? Ekki neitt. Hann sagði bara þegið. Mid-90s, þetta gerist bara, þú veist, þá 95, eða eitthvað. Og hún kapsjörar, þetta er þessu tímahylki á skeitmenningu á þessum tíma. Er þetta svo mikið hjólabretti? Þetta er bara hjólabrettamynd. Já, ok, loksins komið góð hjólabrettamynd. Já, og hún er, þú veist, og þetta er ekki ykkur að gera góða skeitara, þetta er bara gauðra sem er að skeita. Einn er ógeðslega góður, og þetta er, þú veist, Chad Muska er í þessari mynd. Chad Muska, maður. Það var einhverju dag vegna minn maður. Ég skilja bara ógeðslega vel. Hann var alveg alltaf með svona boombox. Alltaf, tók bara 3 trikk, 5-0, tailslide. 50-50. Og frontstartip. Já, mér minnir sko að þú veist, átti ekkert Vaffa S með honum eða eitthvað. Mér fannst bara Muska vera cool nafn og svo ég mynda honum og hann, já, ok. Þetta er minn maður. Tony Hawk. Þú veist, hann var með deru og baggy pants. En það er líka því að hann, sko, allavega fyrir mig, kannski var það ekki þannig, hann kemur svona shortist tími, kemur með hip-hop inn í
rockleik, þú veist, þegar skate var svo mikið rock, bara rock'n'roll dæmi og þú veist, og þess vegna fannst mér svo Shorties og Baker og eitthvað svona dót. Góðum þeir með hip-hop? Nei, Baker var alveg líka rock dæmi, en það var samt svona blandaður hópur. Það var bara svona hvernig rock var þetta? Þetta var punk rock, sko. Já. Ég meina eins og, þetta var allt frá bara David Bowie yfir í Sex Pistols. Já, það er cool. Talað skate, daginn var ég að horfa á sjónvarpið og í sjónvarpinu kom umfjöllun að skateparkið hans Eika á Akureyri. Já, vá, það má gefa því feitt. Vá, ég fekk bara svona, mér fannst það vera eitthvað svona, þú veist, menn eru ofta að give back to the community á einn hátt eða annan, en þetta fannst mér vera eitthvað svo pjör bara gaur að gefa eitthvað með hjartanu. Nei, þið gerir líka, sko, ég bara, Eiki náttúrulega er að gera þetta og náttúrulega Eiki og Halldór og er búið að opna þetta? Já, ég er búin að fara að hana. Er það? Já. Og þetta er það? Alltaf að kíkja á hana? Nei, þetta er þannig flott park líka að, veist, ég get alveg séð fyrir mér að bara taka flugi og gera mér helgaferð, bara að fara í bólið, sko. Það er svo, mér finnst ógeðslega cool að þessi bræður, Halldór og Eiki sem eru gaurar þeir eru bara, þeir eru rockstars við erum að tala og Halldór sérstaklega núna skilur þetta Eiki sé náttúrulega meira bara á Íslandi og fyrir norðan en þeir eru rockstjörnur þeir fara í fjöllin út, ég fór eins og til Noregs með Halldóri og fara með honum fjalli bara eins og fara með Brad Pitt niður það er alveg svona, fólk er alveg að koma til hans og tala við hann og ferðast náttúrulega allan heim að renna sér og með promo og myndum og alls konar dóti. Það sem er svo cool við þessar dudes er að þeir hafa alltaf haldið í komplett fucking real. Þú veist, það er aldrei það er ekki að stíga þeim til höfuðs að vera super successful og bank account í mest næskæðir í heimi. Sko, Gauti, þetta, sko, af því að þú varst eitthvað að brjóta þig niður á hann og hann var að kalla þig Dream Chaser og allt það, þú veist, þetta sem að þú ert að tala að þeir hafi gert með skeitinu og snjóbortadótinu, þú veist, að þeir byrjuðu sem ungir menn, bara svona peppaði náttúrulega, þú sett ennþá rappari er bara nákvæmlega fucking þetta, þú ert bara flottur. Takk fyrir það, maður. Takk fyrir það. Ég ætla að byggja rapphús. Byggjum rapphús. Byggjum trapphús. Byggjum trapphús. Til í það. Frekar rapphús, maður. En allavega, bara til að loka þessu, að ég veit við erum inn í endanum, þetta skatepark er fyrir norðan og er opið og þeir byggðu líka parki sem er í Reykjavík, sem er neyri við höfn. Ég er ekki að tala útiparkið. Jú, viðar útiparkið. Og þetta er bara eitthvað sem er hann hjá körfuboltavellinum niður höfn. Fá þeir eitthvað, er þetta ekki bara passion project á þeim? Ég held ég held að Eiki byggjaparki fyrir norða, hann fær einhver styrki og eitthvað, en við erum samt að tala um, hann er ekki að fá þá peninga sem hann ætti að fá fyrir þetta, því að sko hann er að fjárfesta í culture, þú veist, hann er ekki að gera þetta í gróðaskinni, en hann er að fjárfesta í the young people Nei, ég myndi ykkur líka bara hvað er, þú veist, fyrir snjóbretta og hjólabretta og BMX og línuskauta og allt þetta. Eru línuskauta og hjól, gæti ég mætt bara eitthvað á línuskautum, bara með flugi til lagur og er eitthvað, má ég er að Já, ég held að þú verið frowned upon, sko. Þú mættir ekki fara á reiðhjóli ekki bara á mongusjólinu mínu Þú mættir að örgla, en þú veist en málið með BMX og mongusjól og allt þetta dæmi, en það er alltaf skemmi pallana miklu það er málið, og það er fordóman sem maður hafði fyrir BMX, af því að einn gaur dettur á BMX og það bara komið gat í fucking pallin af hverju ekki bara bíl Nei, ok, ég skil þetta alveg, þú veist, ef þetta er eitthvað meira en bara fordómar og hroki, ef þetta er líka það að hjólinn eyðileggja aðstæðuna, þá ég skil þau rauk alveg. Við glemdum að taka handpunktur. Já, þið töluðu bara hvað það er leim. Herði, við erum búin í dag. Er það ekki? Já. Takk fyrir okkur.